Komið sæl og velkomin í símaspjall á Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og ég kom með góða manneskju hérna á línuna til Kaupmannahafnar. Það Kristín Amalía Atladóttir sem nú titlar sig kannski sem lífsnautnakonu og menningarhagfræðing og ég veit ekki á nú ýmislegt við býflugnabóndi og kertasmiður. Það svona ýmislegt sem að þú hefur og var fyrrum pródúsent og kvikmyndakona. Það svolítið margir titlar svona sem eiga við þig, Kristín. Já, ég lífið dálítið losaralegu lífi. Ég held að það sé svona einhver staðar síðan það, þetta 7 ára hringferðli á fólki. Ég hef einhvern veginn gert það. Ég byrja að geta upp á nýtt á 7 ára fresti og gera eitthvað nýtt. Og þessi titill lífsnautna manneskja, hann snýr að því að ég mjög upptekin af því að njóta lífsins. Ég þarf ekki að njóta gæða, ég þarf ekki að njóta hluta, en að njóta dagsins, njóta lífsins og bara þess tíma sem ég hef. Okay. Þannig að hann kemur sá titill og kannski hluta skýringun á þessu endalausu breytingum á lífi mínu. En kom eitthvað til svona eitthvað sem, þú veist, var eitthvað slæmt sem fékk þig til þess að njóta lífsins eða dagsins? Svona hef ég alltaf skilið lífið. Ég er trúlausmanneskja og ég trúi því að fyrir það náttúrulega bara að fjölga sér, eiga sín börn og alveg upp, þá hafi lífið í sjálfu sér engan tilgang og að það sé á ábyrgð einstaklingsins að gæða lífið tilgangi og merkingu og ég hef alltaf verið mjög upptekin af þessari hugsun og bara, ég hef svona fólk sem að ég hef lært af, eldra fólk sem hefur kunnað þetta mjög vel, ég hef tekið það til mín, þannig að ég líti á það bara sem persónulega ábyrgð að lifa og lifa vel. Ok, mér fannst svo áhugavert að heyra í spjalli okkar að þú varst kannski að spökular í svona hvort að fólk fyndi fyrir eða við svona í okkar samtíma fyndum fyrir einhvers konar söknuði eftir ákveðin tegund samfélags, samveru og svoleiðis og ég fór eitthvað spökular í hvort þú værir að pæli þessu ævis út frá þinni reynslu því að þú ferð frá Reykjavík og austur á land og síðan frá Íslandi til Kaupmannahafnar. Er þetta leið þín að þessu samfélagi eða hvað er þetta að pæla svona? Alls ekki og hefur í raun og veru ekkert með mig persónulega að gera. Þetta í raun og veru þessu hugsun að það vanti hugtak til þess að lýsa upplifun sem ég held að margir sé að finna fyrir, kannski greinið ekki beint og hafi ekki orðin til að lýsa henni. Það sprett úr umfjölluninu innflytjendur og útlendinga. Og sem að mér finnst oft mjög grimm. Finnst þetta mjög grimm umræða og hún mikið í gangi núna sé ég nú reyndar ekki mikið í tengslum heim, ég náttúrulega kikki bara við og við á Facebook og mér finnst hún mjög grimm. Mér finnst mjög sárt að sjá fólk sem að býr á hugsanlega að einhver leyti yfir þessum tilfinningum að vera að sé það simpla sem þjóðernissinna eða sem rasista sem reyndar orð sem að fyrir óskaplega í töðunir á mér því það náttúrulega kynþáttahyggja og hér erum við frekar að tala útlendingaótta eða xenófóbíu. Mér finnst svona eins og ég segi, mér finnst þetta mjög grimm umræða vegna þess að ég held að við erum svo miklu flóknari og málefnið svo miklu flóknara. Við getum í raun og veru ekki leyft okkur að eiga umræðu á svona þröngu sviði með svona þröngum og bara einföldum ef ekki hreinlega bara banal útskýringum. Það sem ég hef verið að hugsa í sambandi við þetta og kannski er þetta ekkert merkileg hugsun, það bara, ég hér í útlöndum stundum að tala við veggina, stundum að tala við kertin, skilur og kannski er þetta bara eitthvað sem að, eins og ég segi, hefur enga sérstaka merkingu. En þetta sprettur frá hugsuninu hugtakið nostalgíu. Sem að fortíðarþrá, þetta grísk orð, nosta þýðir heima eða heimili, öryggi og stalgía þýðir sársauki.
Þannig þetta svona einhver tregi vegna liðins tíma þessum horfið við þekkjum þetta öll. Nýlega kom svo til annað hugtak sem að kallað sólastalsía og það hugtak sem lýsir afturstalsíu eða þessum sársauka eða trega sem fylgir því þegar við erum að sjá umhverfi okkar breytast og þá oft á neikvæðan hátt. Og þetta sem oft tengt við umhverfisbreytingarnar og náttbreytingar á náttúrufari og þetta sé þessi sorg og söknuður sem að hellist yfir okkur þegar við vitum það að þessi umhverfi okkur, það sem við þekktum í okkar umhverfi og þykir væntum að breytast hugsanlega á óafturkvæmanlegan hátt. Þannig að og eins og ég hef mikið svona velt þessu fyrir mér og sá alveg stásamlega sýningu hérna í Arken í Nútímalistasafninu þetta bara nýlega. En þegar að kemur að þessari umræðu útlendingana og innflytjendurnar og það allt saman, þá hugsa ég oft reyndar austur og hugsa til þess samfélags sem þar, sem í raun og veru miklu tengdara inn í sína menningu og inn í þrengri samskiptahóp. Og ég get svo auðveldlega séð fyrir mér upplifun, einhvers konar nostalgíu, einhvers konar harm eða sorg eða trega yfir því sem óhjákvæmilega að breytast í okkar samfélagi, hugsanlega í menningu, í samskiptum á því sviði, sem sagt tilfinningalegu, samfélagslegu og annað slíkt. Og mér finnst þetta bara fullgilt fyrirbæri, líkt og nostalgían eða sólastalgían og mér finnst að í stað þess að slengja þessu hugmyndum útlendingahatur og rasisma og hvað það sem svona að aðeins að horfa inn í þetta og átta sig á að fólk ég ekki að segja að fólk fyrir austan sé eitthvað ansnúið útlendingum langt í frá, ég held að sé ekkert öðruvísi heldur en annar staðar en það alveg ljóst að okkar samfélag mun breytast og taka stórum breytingum og hluti af því náttúrulega nýtt fólk að koma inn, fólk með nýja siði og annað slíkt, þannig að mér finnst fullkomlega skiljanlegt að svona tilfinningar grípi fólk og við verðum bara einfaldlega að gera okkur grein fyrir þeim og vinna úr þeim hægt og rólega samhliða því að breytingarnir að færast yfir okkur. Það svona það sem kjarnin í því sem ég að hugsa. Ok, en áður við reynum kannski finna þá, ég veit ekki, það svolítið erfitt, við getum beðið kannski hlustendur og áhorfendur að hjálpa okkur að finna eitthvað grískt orð þá sem að nær yfir, eða íslenskt orð sem nær yfir þennan sársauka sem varðar þá samfélag, náttúru og bara margt, en þá langar mig að spyrja, þú segir að þegar þú fylgist með samfélagsmiðlum hérna, það finnur fyrir svona hörku, ertu það að meina sem sagt, ég hélt fyrst að vera að meina hörku í garð hælisleitanda og í garð þeirra sem ekki alveg búin að aðlagast og svoleiðis, en þú ert raunverulega að tala hitt, þú ert að tala það harka í garð þeirra sem eru að tala að tala að það sé vandamál sem skapast af hælisleitendum og svoleiðis, þú ert að tala eiginlega þann hóp eða hvað? Já, það ég tengi svolítið við það, vegna þess að ég einfaldlega manneski sem ég hef búið víða erlendis og ég hef búið í fjölmenningarsamfélögum og öðru slíku og það bara ljómandi ágætt og ekki nokkrum einustu vandræðum með samskipti við fólk af öðrum uppruna annað menningaheimum. En ég skil líka þessa væntumþykju og þessi gildi sem að fólk óttast að missa. Bara hugsa þér, ef þú bara hugsar þér sauðfjárbændur og bara breytingarnar á hlutverki sauðfjárbænda á Íslandi í gegnum tíðina. Staðan sem þeir höfðu og hvernig þeir litu á sjálfan sig sem einhvers konar uppistöðu í fæðuöryggi og öðru slíku og núna sem vandræðagripi sem að lifa á ríkisstyrkjum og öðru slíku, þarna missir fólk í raun og veru hlutasjálfsvirðingunni
sjálfsmyndina og annað slíkt. Þetta engum að kenna, þetta bara samfélag að breytast. En ég held að við þurfum að taka tillit til þessara upplifana sem fólk að fara í gegnum við þessar breytingar. Og ég held að harkan á báða bóa. En það sem ég að reyna að segja að það þurfa ekki að vera svona einfaldar og í raun og verið takmarkað skýringar á afstöðu fólks til þessara mála. Það þarf ekki að vera manneskjan með opnum landamærum og þar að leiðandi hafnar íslenskri menningu og öðru slíku eða öfugt. Manneskja á móti opnum landamærum og þar að leiðandi rasisti eða eitthvað. Þetta óbærileg umræða. Já. Hún í raun og veru, við gerum ekki gert sjálfum okkur að tala á svona barnalegan og banalhátt. En það ekki líka, getum við ekki mitt lært af Dönum og fleirum eða bara og okkar sögu að svona skautun hefur ekki beinlínis hjálpað okkur Þannig að við þurfum einhvern veginn að tala öðruvísi svolítið hlutin núna og fara ekki í þessar upprópanir. En það sem að mér fannst, og ég svo sammála því, það allir með að útmála alla sem komu saman á Austurvelli í þessu mótmæli með þau fylgst með því sem voru síðustu helgi að kannski að slengja því fram að allir sem voru komnir þar séu rasistar, það líklega ekki hjálplegt, En á hinn bóginn ekki takt að horfa fram hjá því að sumir þarna notuðu tækifærið og fóru inn í einhvers konar múrstemningu og voru með rasísk ummæli og sannarlega þannig að þetta alveg svona þetta alveg flókið en það sem ég fannst kannski skrítið ég talaði við þá sem skipulögðu þetta í gær að það sem sláandi að þessi breytti heimur til dæmis sem oft talað líka að vanti innviði það ekki bara menningin, gamla bændamenningin og slösi horfin og það eitthvað samfélag og einhver tengsl sem við áttum út á landi og í bænum sem að hverfa eða eitthvað slags eða breytast. Það líka innviðirnir og álagið og innviðin á kerfin okkar ekki nógu góð og slags. Það er minnst eitt að tjá það og en að kannski að fara að búa beinlínis til orsakasamhengið að kerfin okkar sé að hruni komin og við séum í þessum breytingum í bændasamfélaginu út af hælisleitendum. Ég það svona dálítið gróf ályktun svona sem að kemur svolítið vondu blóð á stað finnst mér. Já, ég skil bara ekki alveg hvaðan sú umræða kemur. En í raun og veru, eins og ég segi, það í raun og veru, ég held að það sé ekki hægt að sýna fram á þetta og það eru margar ástæður fyrir því að það eru erfiðleikar. Þannig að, en ég held að hvernig svo við horfum á það, þá held ég það sem skiptir máli það við lifum í heimi sem að breytast. Flóttamannavandinn og sem sagt mannflutningamálin eru skelfileg og eitthvað verðum við að gera, einhvern veginn verðum við að tækla og þetta eins og ég segi, við komumst ekki hjá því. Þess vegna held ég sé svo mikilvægt að hlusta á alls konar sjónarmið, reyna að skilja hvaðan fólk að koma til þess, ég held að vandinn, hann eykst bara við skautunina. Þegar þú skellir hurðum framan í fólk sem að reyna að tjá eitthvað, á hvern veginn sem það rasismi í mínum huga eða kynþáttahyggja fyrirlitleg afstæða bara yfir höfuð. Þannig að, en það, að skella hurðum á fólk á hvort veginn sem það hjálpar ekki. Það þarf að, ég held við þurfum að reyna að skilja hlutina, við þurfum að reyna að nefna það. Hvað það sem að valda okkur þessum erfiðleikum? Leið við höfum orðið og leið og sem fleiri skilja orðið, kannski þetta orð sem ég að lýsa eftir, þá vaknar skilningur. Já. Þetta svo margrætt. Ég mér fannst mjög áhugaverður, það bandarískur mannfræðingur Edward Hall sem skrifaði stórmerkilega hluti menningu og talaði hann talaði menningu sem að væri með, hvað kallaði hann það?
hann kallaði að ég meðdegningstar, þá kallaði það svona einhvers konar djúpt kontekst og annað, og hann til dæmis að benda á sko að hérna samskipti okkar og túlkun og allar gjörðir okkar hafa symbolíska merkingu og við tjáum það á mismunandi hátt, eða low and high context og hann til dæmis tekur dæmi af asískri menningu þar sem að fólk ekki mjög opið, það tjáir ekki hlutina mikið með orðum en það gerir það með hreyfingum og fólk kann að lesa hvort annað. Svo tekur hann til dæmis mið af Bandaríkjunum þar sem fólk talar mikið og það sem mikið útskýrt og það kemur til dæmis til af því að þar fjölmenningarsamfélag og þú getur ekki gengið að því vísu að manneskja sem þú ert að tala við hafi sama menningarlega og bara, bakgrunn og þú. Þannig að þú getur ekki gengið að því vísu eða þú ert að vísa í eitthvað eða senda einhver svona veikskilaboð með hreyfingum með andlitsdrættum og öðru slíku og þetta þetta mál sem kom upp í Danmörku núna nýverið varðandi Grænlendinga að þú getur ekki gengið að því vísu og skiljið og þess vegna tala Ameríkanar meðal annars svona mikið og útskýra svona mikið. Þar sem það ekki gert í Asíu, það gert á allt annan hátt. Þetta bara einhver hluti af, þetta eitt dæmi af því sem að fjölmenningarsamfélag hefur áhrif á og við þurfum að huga að einhverju leyti, skilur. Þannig að komið þetta dæmi var búið að vera vandræði með félagsþjónustuna varðandi Grænlendinga sem félagsþjónustan hefur ekki tekið tillit til ákvarðana yfirvalda og að beita einhverjum algjörlega gölnum mati á foreldrahæfni og uppeldishæfni fólks sem í félagsþjónustunni. Og þar kemur meðal annars að svipbrigðanotkun Grænlendinga, hún stuðar Danina, þeir þekkja hann ekki og þau upplifa hana sem neikvæða og þau upplifa hana sem gagnrýni en hún táknar eitthvað allt annað. Þannig að þetta bara einn flöturinn á okkar menningar samskiptum en hann raunverulegur. Og við þurfum að skoða þetta í þessu samhengi að mínum mati. En þá ertu kannski líka að segja að við þurfum að Íslendingar kannski við getum ekki bara tjáð okkur með þögninni, við verðum að kannski ræða málin svolítið eins og Ameríkanar en sérstaklega ef okkar samfélag að fara að vera meira fjölmenningarsamfélag að ræða og miðla og þannig og þú ert þá að meina að við séum ekki bara að hlusta eftir þeim sem eru til dæmis að koma nýir til landsins, að hlusta eftir þeirra þörfum og þeirra líðan og svoleiðis sem náttúrulega sannarlega meiri þörf á og fá meira fjármagn í það og svoleiðis. Heldur þú líka að segja að við þurfum að hlusta á líka þá sem eiga erfitt kannski með þennan nýja veruleika. Við þurfum að leyfa fólki að tjá hvað það kannski í annarri menningu sem kemur inn til lítils sveitasamfélags, hvað það sem jákvætt og hvað erfitt og eitthvað svoleiðis. Ertu hugsað þetta eitthvað neins svoleiðis? Að þegar þú gerir það, þá krefur þau fólk að skilja sjálft sig og skilja eigin mótiveringar og hegðun, að greina hana og þá kannski áttar það sig á, hver uppsprettan kemur kannski í ljós að neikvæð afstæða í raun og veru, hún byggir bara kannski á einhverjum ótta við einhvers konar, hvað myndum að fyrir ekki afsaka ég sletti, displacement eða eitthvað slíkt, þá ekki tala atvinni sem þetta bara, ég tilheyri ekki hérna lengur, þetta ekki lengur mitt samfélag, þetta raunverulegur ótti og það þarf kannski hugsanlega bara að tala fólki gegnum þannig að það sjálft fái orðin til þess að túlka sína líðan og þá getur það höndlað hann og til að, átt við hana. Skilur það? Já, ég held að það sé nú alveg, væri náttúrulega rosalega gott, maður bara velti fyrir sig hvar svo samræða á að eiga sér stað, einmitt auðvitað á samfélagsmiðlum kannski og í fjölmiðlum og í skólakerfinu og við vorum að tala með þetta með Rauðaborði í gær að vöntunin á svona almannarýmum til dæmis bara út land að jafnvel að styrkja enn frekar þessa staði eins og almenningsbókasöfnin og þannig að það sé einhvern veginn þörf fyrir hittingin og samskiptin Það sem ég að tala svolítið að gefa fólki verkfæri til að vinna með og byrja með að gefa því hugtökin og orðin
sem að geta leitt það til skilnings, oftast nær sjálfskilnings, skilur. Hver er ég, í hvaða umhverfi, hvers vegna skiptir þetta með máli, hvers vegna bregst ég við, hvað óttast ég, að geta, oft skiptir það alveg gríðarlega máli að fá bara rétt af hugtækið. Ok, þá myndir vera gagnrýnd fyrir, eins og núna hefur verið gagnrýnd á menningarelítuna og kynjafræðingarna sem alltaf að reyna að gefa öllum réttu orðin og svoleiðis og segja hvaða orð eru rétt og hvað eru bestu tækir og svona. Þú myndir líklega vera gagnrýnd fyrir eitthvað þannig? Nei, ekki, vegna þess að það er, það held ég ekki, vegna þess að við erum að tala orð að ég held sem vantar. Stundum í þeirri umræðu sem þú ert að vísa í, þá er oft verið, nú tala ég sem menningarhagfræðingur og spekulant, það er ákveðin útilókunarstefna í gangi og oft eru þau notuð til þess að búa til hópa, skapa hópa. Og oft eru orð það, fólk notar raungorð eða þekki ekki orðin, einhvers konar tákn hvort þú ert innvígður í hóp eða ekki. Þannig að þetta er allt annars eðlis. Það sem ég er að tala er einfaldlega orð sem er ekki til, sem að hafa enga, hvað segir maður, fyrirframgefna vikt eða gildi eða neitt slíkt, heldur bara einfalt verkfæri. Og ef að fólk vill ekki nota það og vill ekki gangast við því, þá er það náttúrulega bara allt í góðu lagi. Það er ekki að tróða. Nei, en mér finnst þetta að vera eins og ég er alveg sannfærð að þetta er mikilvægt orð og sérstaklega finnst mér gaman að það skuli ekki vera til, þar að segja að við erum að auglýsa þetta eftir orði sem er ekki til, hugsanlega, en sem að þú finnur og ég finna er mjög mikilvægt tæki og tengist eitthvað nostalgíunni og tengist þessari sólológíunni, eða hvaða orð var það? Sólastalsían, já. Sólastalsíanni, já. En heldur að sé líka þetta orð, ef við finnum þetta orð sem að táknar einhvers konar söknuð eftir tengslum, ekki? Tengslum við okkur sjálf, tengslum við náttúruna, tengslum við samfélagið, að það heldur að sé hægt líka að komast í þessi tengsl á nýjan leik eða erum við bara að leita þessu til þess að tjá heim sem var? Það er svolítið stór spurning kannski. Held að við munum alltaf verið í tengslum og það munir skapast ný tengsl í breyttum heimi, skilurðu, og það að brúa bilið í staðinn fyrir að fólk einangrast inn í þessum erfiðu tilfinningum og þessum trega og öllu því að, eins og ég segi, það getur bara einfallega sagt við sjálfa þessu, mér líður svona af því að ég þjáist af heimþrá eða ég þjáist af nostalgíu eða eitthvað slíkt og þá bara, eins og ég segi, hvort einstaklingur vinnur út hjá einhvern hátt eða ekki, það er annað, en hugsanlega getur það brúa bilið yfir í þennan heim sem við erum að fara inn í, en það verða alltaf samskipti, þau verða bara önnur og tengsl og sameiginleg gildir, það skapast eitthvað nýtt, en eins og ég segi, við erum bara einfaldlega þannig það er þekkt í atferlisfræðum og í hagfræði að einn stærsta hugsanarskekkja sem við þjáumst af er óttinn við að tapa. Og þetta kemur hagfræðinni þótt mikið við og skiptir svolítið miklu máli vegna þess að óttinn við að tapa heldur aftur af fólki í svo mörgum. Og óttinn við að tapa, eða loss aversion eins og þú kallar, hann er miklu sterkari vonin að græða. Þannig að fólk er meira tilbúið að fara á misugróða heldur en að sleppa og eiga hættu að tapa. Og ég held að þessi ótti við að tapa sé líka óefnislegur. Hann er ótti við að tapa hluta til sjálfsmyndinni. Hver er ég í mínu samfélagi, í mínu umhverfi? Við verðum. Og það er mjög áhugavert í bók Francis Fukuyama
identity og þar til dæmis lýsir hann svona displacement í Þýskalandi þegar fólk að flytja á sveitaþorpunum til borgarna og missir við það hlutverk sitt og identity. Hver ég? Þú ert ekki stoltur bóndi lengur, þú ert verkamaður eitthvað og fólk þarf að vinna að sameiginlegu identity í hópum og tengist við hópa og þar meðal annars upprisa nasismans og þjóðernishyggjunnar í Þýskalandi, segir Francis Fukuyama. Þannig að spurningum identity, hver ég, hvar ég staddur, hvaða hlutverk hef ég, hvaða virði hef ég, okkur óendanlega mikilvægt og við verðum að sjá fyrir okkur þegar við erum að skynja allar þessar breytingar sem að steðja að okkur. Hvar pláss fyrir þetta? Við verðum að tengja sjálfum okkur umhverfinu á einhvern hátt, skilurðu. Og einhvern hátt svona, já, að gangast við þessum tilfinningum kannski, þetta þarf að vera svona hópþerapía fyrir þjóðina eða þannig að því að þarna sér þegar við erum einhvern veginn alveg fólk komið í alveg æsing með íslenska fánan að þá kannski og þessum ótta við að kannski bara einhverjir útlendingar bara munu koma og taka okkar menningu frá okkur og svoleiðis, þá kannski alveg þörf á einhverju svona terapí og horfast í augu við þennan ótta og halda síðan áfram, sko, ekki? Og inn í einhvers konar bara nýja tengslamyndun. En segð mér aðeins, Kristín, þakka þér fyrir að fara alveg á djúpið. Þetta alveg svakalegt djúp Sko, þú ekki sjálf, má ég aðeins spyrja þig bara, því að sko, maður langar til að fara bara einmitt að tala upprunn nasismans og Hönnu Arendt og upprunn alræðishyggjunnar og allt þetta, en ég var að spekulega hvort þú vildi segja okkur samt frá því hvernig þú tekst á við daginn, ert ekki sko að búa til kerti og ert ekki býflugnabóndi og með lækningajurtir og alls konar svoleiðis. Þú ert að tengjast náttúrunni þannig. Já, það nákvæmlega það sem ég að gera. Ég varð fyrir einhvers konar upplifun. Ég náttúrulega bjó ein á þessu kotbíli mínu þarna fyrir austan í mörg ár og tengdist náttúrunni mjög sterkum böndum og varð fyrir bara upplifun á ákveðnu tíma þar sem ég allt í einu áttaði mig á ákveðnu vistkerfi, samhengi og samfélagi, plöntur sem að búa saman í samfélagi, styðja hvort aðra en keppast á sama tíma og ég fór að hugsa samfélag, akkur getum við ekki lært að lifa í samfélagi sem með heilbrigða samkeppni en stuðningur, af því við þurfum öll að þrífast og þá þurfum plönturnar að gera. Þannig þetta og það, hvaða hlutverki maður gegnir í þessu var hluti af þessari uppljómun minni og ég ákvað þarna einhvern veginn, mér langar ekki að vinna við neitt í framtíðinni nema það tengist náttúrunni. Og hvar finn ég flöt? Nú, ég elska býflugurnar og ég elska býflugnavaxið sem ég að búa til kertin úr, en þetta bara í raun og veru orðin mín svona lífsafstaða. Ég bara uppgötaði það seinna mér þegar ég var búin að móta mér svona mínar seinni tíma hugmyndir tilveruna og lífið, að þetta ég mjög sen, ég mjög japansku í hugsun, ekki bara smekk heldur í hugsun og kertin eru mitt ikigai, sem sagt ikigai, japanskt hugtak yfir það í lífinu sem þú gefur merking, sem gefur þér merking og tilgang. Sumir segja þetta ikigai það sem gerir þér kleift að fara fram úr rúminu og halda. Þetta bara motivasjónin og merkingi sem þú leggur í hlutina og það getur verið hvað sem Félagi gamall á skosku eyjunum áttu föður sem að ákvað það að hans ikigai var einfaldlega að fara á fætur á mótnana, byrja að hlaða veggi af því hann dreymdi það einn daginn að finna 2 múrsteina sem pössuðu fullkomlega saman. Fínt, ekkert verið en hvað annað. Eins og sé, sjálfsmótivering, tilgangur, fyrir mér þetta bara kerti. Þau eru falleg, þau eru vinsæl og þetta óbúðslega jákvæð og góð leið og þannig vil ég eyða mínum dögum. En þetta minnir nú að því kertin tengi okkur aðeins við þarna að þú varst komin út í uppruna nasismans og það því að fræga bókin hans Viktors Frankl leitina tilgangi lífsins, þar einmitt aðferðin ekki felst í því ef
þú ætti ímyndaðir ef allt slökkt, hvað það þá og svo kviknar á einu kerti, hvað það svona í þínu lífi sem að gefur þér tilgang, eða ég man nú ekki alveg hvernig aðferðin, svo sem þetta var kannski flóknar aðferð, en mér minnir það að vera kerti svona í þeirri mynd. En segðu mér, gast ekki gert þetta á Íslandi sem sagt, verið með býflugur og þú þurftur að fara frá gamla landinu? Ég blanda náttúrulega, ég var náttúrulega menningarhagfræðinni og náttúrulega í kvikmyndabusiness. Ég er rosalega praktísk og ég er mjög skapandi en mjög praktísk. Og það er bara einfaldlega ekki markaður. Ég verð að láta fyrirtæki ganga og reka sig og það er ekki markaður í Íslandi nægilega stór. En svo langaði ég bara í burtu. Það er langt sem ég búið erlendis. Ég hef aldrei búið í Danmörku fyrr. Og kunni ég lenga dönskuna og ég veist bara mína gömlu menntaskóla dönsku og annað slíkt og fínt að læra neitt tungumál, það er gott fyrir heilan. Þannig að ég ákvað bara og hér er fullt af trjám. Ég hef einhver óútskýranlega þörf fyrir nærveru trjáa núna. Þannig að það sem ég ger í frístundum er að fara í garðana og skoða trén og svo. Maður verður bara, ég bara leyfa mér að auðvist kona, ein, börnin uppkomin og spjara sig vel. Ég vil bara gera það sem ég mér langar að gera, þó það sé kannski pínu sérkennilegt sko. Þannig að skulda ekki neinum neitt og bara já. En það er eitt sem ég er búin að læra þessu. Ég reyndi að læra þetta fljótt fyrir austan á eyðibýlinu. Þá hugsaði ég með mér, já nú ætla ég bara að verða sérvitur kerling og leyfa mér bara alla mína sérviskur. Ég ætla bara að láta þær eftir mér. En ég komst að því að það er ekki mjög sniðugt. Þú verður að beita sjálfan þig sjálfshag. Þú getur ekki leyft þér að fara út í. Þannig að það verður að vera strúktúr á lífinu. Þú verður að halda aftur að einhverjum hluta sjálfum því, annars ferðu bara út í eitthvað, já, einhvern galning. Okay. Þannig að það var leksía frá eyðibýlinu. Eyðibýlinu á Eyðum eða þar, já, í Austurlandinu. Þú ert að fara á fætur og kveikja á kerti svona, allavega það. Bara, eins og ég segi, skiptir ekki máli hvort maður langar til, hvort maður nenni, þú verður að setja þig ramma og halda þig við. Og það er bara hluti af allri sko heildar sjálfsmótiveringunni sem fyrir gjör ég kannski, mér finnst okkur bara að bera skylda til að beita okkur sjálf og sjá sjálf. Ég átti dásamlegan vin sem lést 91 árs og hann gerði þetta hverjum einasta degi. Hann fann sér viðfangsefni, hann fann sér verkefni, hann lét mjög tilgangslitla hluti, hann veitti þeim merkingu bara til þess að halda lífs neistan gangandi og þetta er aðdóðanlegt og svona vil ég ergast. Ok, af því annars einmitt í einmannleikanum þá geta menn dottið ofan í þennan sársauka sem við erum að auglýsa eftir orði og sem að kannski leiðir okkur yfir í svona einhver andúð og ótta en sem við verum þá að vinna með. Kristín Amalía Atladóttir, lífsnautna kona og býflugnabóndi og menningar hagfræðingur. Hjartans þakkir fyrir að tala við okkur hérna við Rauðaborðið en frá Kaupmannahöfn og hérna ég hlakka til að sjá kertalogana þína. Takk fyrir það og takk fyrir mig. Og ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu líka og margir kannski, vonandi einhverjir byrjaðir að velta þessum orðum fyrir sér og hérna ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og við förum í frímínútur og hittumst hérna við Rauðaborð eftir smástund.